Fyrsta ráðleggingin mín væri að fylgjast vel með og vera vel inn í þessu vegna þess að þegar þú æfir hjá Brynjari Karli þá verður hann og það prógram mjög stór partur af því sem þú ert að gera og ef dóttir mín væri að æfa hjá Brynjari Karli þá myndi ég vilja vera involveraður í allt saman og Brynjari Karli er mjög aðgengilegur. Það er mjög auðvelt að tala við hann og fá að vita hvað er í gangi og ef dóttir mín væri að æfa hjá honum þá væri ég ekkert bara að skutla henni á æfingar og svo væri ég farin að horfa á sjónvarp og sækja hann aftur. Ég væri inn í þessu öllu saman. Þarna fáðu bara tækifæri fyrr kannski heldur en margir bara að takast á við hlutina og fá verkfæri til þess að vinna sig í gegnum lífið af því að það koma alltaf áföll og það koma erfiðleikar og því fyrr sem þú ert bara kótsaður í því betri verður bara í lífinu. Þannig að ég myndi segja að foreldrarnir þurfi að vera investaðir í hópinn og vera investaðir í stelpuna og gera allt sem þeir geta, sérstaklega þegar þeir eru svona ungar, að hjálpa stelpunni. Mæta æfingar, reyna að skilja þetta, spyrja spurninga, challengea Brynjar út ósammála og halda með þær áfram í prógraminu. Just explain to them about, you're gonna get yelled at, you're gonna, get cussed out a little bit, but it's for a good reason. I know he's teaching little kids and it's tough to kind of explain that to them, but I think the most important thing as a parent, you have to explain listen to what he's saying, not how he's saying it. And that carries over if you're explaining it to a teenager too. Listen to what he's saying, not how he's saying it, because he's not saying it for no reason. Og sjá alla bætingarnar sem verða og bæði sem sagt körfuboltalega séð og sjá hvernig barnið þroskast, sem sagt persónuleikinn hjá barninu og hvernig það tekst á við mótlæti og allt þetta. Mín tilfinning eftir að vera að þjálfa börn þá er bara svona von barnanna að þau koma inn á æfingar og þau vilja rosalega mikið vera góð og vera að gera allt rétt og það þurfi ekki að leiðrétta þau. Ég kann þetta, ég get þetta, ég kann þetta. Það þarf ekki að leiðrétta mig. Ég þarf ekki að bæta mig. Þessu og þarna þurfa að gera það. Þeim langar rosalega mikið að vera bara komin með þetta. Og það þarf klárlega að kenna börnunum að það er aldrei svoleiðis. Það eru endalausar bætingar og þau þurfa að vera að spyrja sig þessar spurninga. Og Brynjar gerir það náttúrulega betur en allir aðrir. Ég held að allt og margir foreldrar sé ekki að spyrja hvað stelpunum finnst eða strákunum sem hann er að þjálfa. Ég held að og þetta var líka svona þegar hann var að þjálfa okkur að foreldrarnir er fyrst og fremst að spyrja hvað vill stelpan af því að ef þú ert ekki að mæta sem foreldri á æfingarnar alltaf og taka þátt þá veistu alltaf að stelpan er að gera það og þá hefur hún einhverja skoðun á málinu. Maybe your kid isn't reacting well to how Brynjar's shouting at them. Okay, go talk to Brynjar. Have your kid talk to Brynjar. Brynjar's a good guy off the court. On the court, some people might say he's a monster. He's not. He's a big cuddly teddy bear off the court. Go talk to him. He only wants what's best for you and what's best for your kid. Don't take your kid out. You're setting them up for failure. You're teaching them that it's okay to give up. En ég held að líka bara foreldrar sem eru eitthvað hneykslæðir bara mætið þá bara á æfingar og sjáu hvað hann er að gera og ekki mæta bara okkur eina æfingu og vera sjokkuruð, mætið og takið þátt og reyna að skilja hvað Brynjar er að gera áður en að þið ætlið að fara að gagnrýna hann. Hvað sem gerist eða hvað sem kemur upp á að ræða það við hann, skilur, og vera róleg, reyna að skilja þetta, reyna að fatta þetta, reyna að komast inn í þetta, reyna að vera partur af þessu og sjá svo bara alla breytingarnar sem verða, Það verður gríðarlegar. Já, ég veit það til dæmis að foreldrar mínir eru bara jafn ánægðir með að ég hafi gengið í gegnum þetta prógram og ég. Þar sem að þeir sáu á þessari vegferð þá eldist ég mjög mikið, sjálfstraustið var að aukast og einhvern veginn fór ég að trúa því að ég gæti bara gert hvað sem að mér langaði til þess að gera. Þeir hafa ekki hugmynd hvað þeir eru eftir að fá mikið út úr þessu. Ég veit það og ég er ennþá með dót í dag sem ég er að græða á og sem ég er að fatta og ég er að hugsa tilbaka. Og þetta er bara gjöfin sem heldur áfram að gefa. Mér myndi líða svakalega vel
með það að eiga dóttur eða son sem að færi í gegnum sama prógram og ég fór í gegnum.